Jæja, góðan daginn og velkomin í Stapaskóla. Gróa heiti ég og skólastjóri hérna, búin að vera það núna í 2 ár. En Stapaskóli að klára, eins og segi, sitt annað skólaár. Já, við fengum þessa skólabyggingu sem ég ætla að fara að sýna ykkur síðastliðið haust, korter fyrir skólasetningum, þurftum reyndar aðeins að fresta henni en það kom ekki að sök. Og hér erum við að þjónusta nemendur frá 18 mánaða aldri til 15 ára. Á leikskólastigi erum við með 69 nemendur og 14 starfsmenn og á grunnskólastigi erum 270 nemendur og 53 starfsmenn. Stapaskóli er teymisskóli og leggur ríka áherslu á allt starfsfólk og allir nemendur læra að vinna saman í teymi og ganga í takt. Til þess að leggja af stað á sömu forsendum fengum við til liðs við okkur Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Háskóla Íslands, til að fylgja okkur af stað. Því eins og við vitum að þá erum við öll með misjafnar hugmyndir og skoðanir á því hvað felst í því að vera í teymi. En við leggjum á stað þannig að við erum eitt lið, ein liðsheild og mikilvægt að við þekkjum okkar styrkleika og að við séum samtaka. Við erum búin að setja okkur þau markmið að skila á okkur einstaklingum sem eru færi til þess að starfa í samfélagi sem krefst færni í mannlegum samskiptum, færni í tækni og skapandi hugsun. Í skólanum vinnum við út frá uppeldis og agastefninu uppeldi til ábyrgðar, þar sem einstaklingurinn þekkir sína eigin þarfir og getur uppfyllt þær án þess að brjóta á öðrum. Við viljum að nemendur okkar þekki sig og sitt hlutverk og teljum að þegar nemendur vita til hvers er ætlast að þá líði þeim betur og árangurinn verður leið meiri. Við leggjum einnig mikla áherslu á stafræna tækni, allt niður í 18 mánaða aldur. Við vinnum með spjaldtölvur, tækni, skjái, þrívíddargleraugu, bíflugur, gagnvirk gólf og svo framvegis. Allt örugglega hlutir og verkfæri sem þið þekkið. Og við leggjum forritun inn sem hluti af leikjum og við teljum að það gerir námið mjög skemmtilegt. Ég ætla að sýna ykkur nokkur myndbönd af því að myndir segja ekki allt. En hér er Stapaskóli byggður upp í tvendir og í hverri tvend eru 2 árgangar og annarri myndinni þarna sjáum þið hluta af tvendinni. Byggingi gengur að miklu leyti út frá hringjum og teymishugsun. Í hverri tvend eru lítil rými, hver tvend eru 450 fermetrar og í þeim eru fjölbreytt húsgögn. Og það er kannski svona okkar sérkenni, er að við viljum að nemendur hafi val að vinna á þann hátt sem hentar þeim. Þannig að þarna sjáum við í rauninni misjafnar útfærslu á borðum, stólum og svo sjáum við svo í framhaldi á kynningunni grjónapúða, bekki og svo framvegis. Allt umhverfið er hugsað þannig að það sé sveigjanlegt og leið auðvelt að færa til. Við viljum að þjónusta sé við nemendur og að öll stoðþjónusta og þjálfun fari fram í þeirra umhverfi sem nemandinn er í hverju sinni. Við erum vissulega með námsver en það er sjaldan notað. Hér er hugsað út frá mikilli nála kennara við nemendur, innlagnir fari fram í litlum hópum og umhverfi bjóð upp á að fara þar sem hentar. Þannig að skjáirnir okkar eru allir að hjólum, þeir eru allir hækkanlega, það er hugsað út frá því að stoðkerfi kennarans sé eitthvað varið og þetta er allt á hjólum, hvort það eru borðin, skjáirnir, púlt kennara og svo framvegis. Skjáirnir sem sjáið á báðum myndunum og ég ætla að sýna ykkur hérna smá vídeó af kennara í kennslu, er í rauninni tæki kennarans. Þarna getur við varpað, hvort það er síma eða tölvu eða spjaldtölvu. Og inni því eru líka alls konar leikir og hlutir til að gera námi skemmtilegra því að það er númer 1 í okkar gildum er að það sé gleði og gaman. Allir kennarar hjá okkur eru með fartölvur og spjaldtölvur og við erum með spjaldtölvur fyrir 5. bekk og upp og við erum með svona meðaltali 20 spjaldtölvur í 1. til 4. bekk. Ásamt því eru 4 fartölvur fyrir hvern árgang og lyklaborð til þess að tengja við spjaldtölvurnar. En hér er til dæmis íslensku kennarinn okkar að vinna með bókmenntir og korpu og hún er hér að sýna þeim myndir
til þess að tengja við það sem þau eru að lesa. Þannig að þetta í rauninni tústaflan, skjávarpin og svo framvegis. Og það eru lyklaborð og svo eru svona stig, svo stígur bara á plús og mínus þess að hækka og lækka. Þannig að á eftir sýni ég ykkur líka annað myndband sem er annar skjár sem við getum sett niður sem borð. Og það er til dæmis hér. Við getum nefnilega verið með mismunandi stærð af skjáum. Þannig að þessi skjár til dæmis sem er þá búið að setja hann niður eins og hann sé bara hefðbundi borð. Og þá geta krakkarnir þarna verið að leika sér í náminu. Og þau eru að vinna þarna með trójuhestinn. Þannig að ég ætla aðeins að leiða ykkur bara að sjá. En í rauninni öll tækin í húsinu eru hugsuð þannig að nemendur séu líka virkir notendur, ekki bara kennarans. Þannig að þessi skjár er 69 tómu, hinn sem við sáum áðan er 86 tómu. Þannig að þarna er bara í rauninni eins og borð og þau geta bæði verið að gera námslegt og svo líka fengið að leika sér aðeins. Við viljum bjóða nemendum okkar upp á umhverfi sem er skapandi og fjölbreytt. Við nemendur okkar er að vinna heildstæðum verkefnum þar sem samþætting allra námsgreina er höfð að leiðarljósi. Samþætting er í öllum árgöngum á grunnskólastigi og gaman að sjá verkefnin fæðast á fjölbreyttan hátt. Við viljum að nemendur þjálfist í að skila verkefnum á fjölbreyttan og skapandi hátt og viljum gefa þeim tækifæri á að vinna með sína styrkleika og vald til að velja hvað þeim hentar. Hér á myndunum er bara þessi hefðbundi hringur sem einkennir allt húsið sem er í miðju tvendarinnar. Þessi mynd sem er vinstra megin, hún er tekin áður en skjáirnir kom upp. Þarna erum við með svona stóra skjái og þar fer fram bara innlögn, þar fer líka alveg fram afþreying og þar er oft líka þetta fiskabúr sem þið sjáum á myndinni sem er oft haft þar því krökkunum finnst stundum gott að fara bara smástund þarna inn og róa sig niður eða gera það sem þau þurfa að gera svo þau líði betur. Við erum alltaf með 2 skólastig og við erum að nýta húsið fyrir alla, ekki eingöngu bara fyrir nemendur á grunnskólastigi. Þannig að ég set inn líka bara myndir af því sem við erum að gera. Hérna sjáum við fengum hana Katrínu Jakobsdóttur í heimsókn í síðustu viku. Þannig eru nemendur að forrita en gera það í gegnum slönguspili gamla góða og svo erum við með hópa sem er að vinna bara að verkefnum í spjaldtölum í sínu sæti sem er bara grjónapúði. Þannig að krakkarnir í rauninni velja sér hvernig þeim finnst best að vinna og við erum ekkert endilega að stjórnast með það og það er áskorun fyrir kennara. Það er áskorun fyrir kennara að koma inn í skólastofu og það sitja ekki allir við borð og stól. Nemendur eru miklu fljótari að aðlagast svona heldur en við fullorðna fólkið, en það er allt að koma. Smiðjutvendin okkar er líka svolítið öðruvísi. Hún er opin að miklu leyti og þar fer fram kennsla í textíl, myndlist, hönnun og smíði og náttúrufræði. Og þar er henni í flæði með heildstæðu verkefnum sem samþættir á milli þessara greina. Og hugmyndin er þannig að þú ert að vinna eitthvað ákveðið verkefni sem er þvert á allar þessa greinar sem endar kannski því að þú forritar og viðkomandi tæki annarkvort talar, syngur eða lappar eða keyrir. Þarna erum við líka að reyna að vinna með það að við erum með ólíka einstaklinga, sumum líkar mjög vel að sitja inn í smíðastofunni og vinna sín verkefni þar og líkar ekkert rosalega vel við að fara í myndlist eða textíl eða hvað svo sem það heitir. Þannig að þau fá líka tækifæri til þess að velja sér svolítið staðinn sinn. Þó svo þau séu kannski að vinna verkefnum sem þau þurfa að klára til þess að við getum metið út frá hæfnikorti. Þannig að við erum ekki að gleyma því þó þau séu að vinna þarna. Við erum með smiðjur og þarna inni og það er náttúrufræðin. Þannig að
Við erum þarna með þrívídda gleraugun, þarna eru krakkarnir að vinna í dag í náttúrufræði. Þannig að við, eins og þið þekkið, tækni tekur smá tíma að fá til að virka og við þurftum alveg svolítið langan tíma til þess að koma þessum tækjum inn, af því allt netumhverfi er rosalega fast mótað hjá sveitarfélaginu okkar. Og þarna eru krakkarnir bara með spírókúlurnar og eru bæði að forrita og svo líka bara að láta keyra um. Þannig að þetta er svona starfið í náttúrufræði hjá okkur. Ég held ég sé fann að tala hraðar af því ég er með svo margar klær. Nei, ég segir. Þannig að vonandi náum við einhverju spurningum í lokin. Við erum með klifurvegg. Ég hvet núna orðið alla skólastjóra sem ég hitti að skella upp einum klifurvegg. Hann er mjög vinsæll að nemendum og það er alveg líka starfsfólk sem er búið að klifra þar. Ég er búin að fara líka, kom mér mjög óvart að ég komst upp. Nemendur, þau fá að skreppa fram og eru í rauninni bara að fá að klifra í smástund. Í rauninni bara aðeins að losa orku. Þau fara líka þarna alveg í íþróttatímum og þau labba þarna fram hjá þau fara frímínútur og klifra aðeins og fara svo út eða koma inn. Það sem við erum ekki til dæmis með íþróttahús, að þá eru íþróttakennararnir hérna ótrúlega hugmyndaríkir og nýta sér í rauninni vegginn, dýnuna og svæði þar í kring. Ásamt því að við keyptum okkur mottur, hreyfimottur svokallaðar frá Bretlandi sem heita Action Mats og mér langaði bara að sýna ykkur að því það er svo ótrúlega margt hægt að gera og finna út. Þannig að þetta eru mottur þar sem er oft og tíðum búin til einhver leikur eða keppni í kringum sem krakkarnir eru að vinna að. Það leiði ykkur bara aðeins að sjá. Þarna eru þau að kenna í rauninni bara í matsal skólans. Og svo eru þetta annars konar mottur sem sýna í rauninni æfingar sem þau eru að gera. Og það er misjafnt á hverju. Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt. Hægt að setja þetta upp á skemmtilegan hátt. Og það er mikil ánægja með þessar mottur. Þannig að ég hveti ykkur endilega til að skoða. Og við hefum líka alveg nýtt að þannig að kennara geta alveg komið og sótt sér 2-3 mottur og sett þar inn í sína tvend og eru kannski með einhverja hringekju eða hópastarf eða bara til þess að auka hreyfingu nemenda þegar þeim vantar aðeins að hrista sig. Við förum alltaf sem ég sagði áðan alveg niður á leikskólastig með skapandi skólastarf og forritun. Þarna eru nemendur í leikskólanum að forrita hjá sér. Finnst þetta ótrúlega spennandi svo að sjá að svip þeirra. Og við fengum styrk í fyrra hjá Reykjanesbæ til þess að efla enn frekar. Þannig að hérna eru nemendur í Osmo og kennararnir á yngsta stigi eru ofsalega duglegir að nota Osmo í starfi. Þarna eru krakkarnir til dæmis að vinna verkefni í með bókstafi og eru þá að sækja sér myndir samhliða þeim bókstaf sem þau eiga að vinna. Kennararnir hjá okkur líka nota mikið af SISO og eru alltaf að verða öflugri í því. Þannig að það er mjög gaman. Það sem við erum ótrúlega ánægð með heitir Active Floor, gagnvirkt gólf. Þetta er græja sem er dönsk. Með henni koma inn 2000 leikir. Það leiði ykkur aðeins að sjá. Þannig að í rauninni þarna er leikur í gangi og kennarinn getur sett inn spurningar. Þetta eru 2000 leikir á ensku.
en við getum íslenskað. Þannig að þau eru þá núna að svara spurningum, sikkvort liðið, og þau eru að keppast við í rauninni að koma yfir á eyjuna. Hvert skipti sem þau svara rangt, þá fellur þrepið niður. Hvert skipti sem þau svara rétt, þá kemur nýtt þrep. Inn í þessu eru leikir alveg frá leikskólaaldri upp í unglingastig og þetta gagnvirkagólf er að gera námið alveg ofsalega skemmtilegt og spennandi fyrir krakkana og þeim finnst þau ekki vera að læra neitt. Þeim finnst þau bara að vera að leika sér. Inn í þessu eru líka leikir varðandi skynúrvinnslu, þau geta verið að labba á vatni og vatni bárar, sparka blöðrum og svo framvegis. Þannig að þetta er ofsalega skemmtileg græja. Við erum líka ofsalega stolt og ánægð með skólalóðin okkar. Hún er virkilega vel gerð, þau hafa nóg úr að velja. Þarna eru trampólín, hreistuvöllur, kastali, fótboltavöllur, körfuboltavöllur, rólur og svo framvegis. Það sem hefur vakið athygli hjá okkur í vetur er að það er sjaldan sem það komi upp árekstrar í frímínútum af því að krakkarnir geta valið svo margt. Þá er ég í rauninni búin með tímann. Svona í lokin þá bara langar mig að segja við í Stapaskóla ætlum okkur að ná langt með nemendur okkar. Við viljum að þeir upplifi vellíðan og gleði í skólastarfi og þeir nái settum markmiðum út frá einstaklingsmiði námi eins og þið öll. Ég hvet skólafólk að vera hugrækt, stíga út fyrir kassan og óhrædd við að reyna nýja leiðir í kennsluháttum. Og plöntum fíkus af því þetta tré heitir fíkus og er lifandi planta hér á ganginum í skólanum.